að við erum í alveg þeirra þöggun. Við vitum ekki allan skítin sem fylgir þessum vandamáli og vandamáli sem fylgja. Af hverju að því þeir sem að tala mest fyrir þessu, þeir þagga niður alla umræðum með einhverjum stefnum og upprópunum og við erum svona gungur sem hópur að við þöggum ekki niður í þeim sem við eigum náttúrulega bara að gera, bara jaðarsetja þetta fólk. Þetta eru bara sníkidýr á samfélaginu sem eru bara valda hérna tjóni og maður ekki bera neina ábyrgð á því með því að garga alla niður og stjórnmálamennirnir lúffa. Þeir eru alveg kjarklausir. Þú vilt ekki sýna mannúð og mennsku? Við erum að sýna mannúð og mennsku og ég er alveg tilbúin að við tökum á móti einhverjum skikkulegum hópa af flóttamönnum sem er raunverulegir í lífshættu, sko. Ekki bara einhverja Norður-Afríkubúa sem vilja koma hingað til að keyra leigubíl. Og við veljum þá bara einhvern hóp sem við ráðum við sköpum honum aðstæður sem að setja ekki húsnæðismarkaðinn okkar á hliðina og kostar okkur ekki 20 milljarða á hverju ári. Og við eigum ekki fyrir þessa peninga, við þurfum bara að vera hagsýn í þessu eins og öðru. Við getum ekki bjargað heiminum og síst af öllu eins og þessi vitleysa var nú hérna 2010, þá eigum við ekki að vera að taka á móti fólki bara því að á ekki pening heima hjá sér. Ég meina það þá bara einhverja 7 milljarða manna eða eitthvað sem eru þá bara velkomnir vantarlega, af því þeir eiga minni peninga við, eða miklu minni peninga við og lifa við lélegar aðstæður. Ég meina mannúð, ég hef nú svona tölverða mannúð gagnvart fólkinu okkar og ég tölverða mannúð gagnvart gamla fólkinu okkar sem er búið að streða við að búa til það sem við höfum hér á þessu landi og gera það byggilegt. Og mér finnst nú kannski bara við ættum að hugsa þá mannúð svona til að byrja með. Ekki láta fólk sofa í einhverjum bílskúrum og vera fast inn á sjúkrahúsum sem það kennst ekki á hjúkrunarheimili og svo framvegis.